Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin Helga Edvardsdóttir sem varaformaður ME félagsins sem langar til að biðja hann að útskýra fyrir okkur hvað ME og ME félagið. En tilefnið svona eiginlega tímamót svolítið í þessum tímamót í viðhorfi til ME sjúkdómsins, kallað sjúkdómur. Jú. Þar sem var gerður samningur sem þið þó eruð ekki kannski beinir aðilar að, en þið hafið fagnað í opinberlega að það var gerður samningur við eitthvað sem heitir Akureyrarklínikinn rannsóknir á þessu fyrirbæri, ME. Má ég þá bara biðja þig að kannski byrja á að segja okkur svona bara hvað þetta ME til dæmis. Já, ME taugasjúkdómur og mjög svona flókin taugasjúkdómur sem með 10 einkenna og ekki allir með það sama en hann kannski það sem einkennandi fyrir ME sjúkdóminn eru svokallað PM-köst, þannig að fólk getur kannski gert ýmislegt en það kemur kannski ekki fram, reynir ekki á líkamann fyrir eftir 1-3 daga sko. Þannig að það oft erfitt svolítið að finna hennan gullna milliveg hvað maður getur og getur ekki og svo getur þetta verið misjafnt hvað svo dagamunur á fólki. Svo hefur þetta verið, þetta svona langvarandi taugasjúkdómur eins og segir en hefur verið mjög mikið tengdur við eins og vírussýkingar eins og í kjölfar á vírussýkingum ekki satt. Jú. Og þess vegna kannski fær eiginlega eða fer þessi greining eða þessi sjúkdómur svolítið inn í umræðuna á síðustu misserum vegna COVID, vegna þessa hvað er þetta, langvarandi COVID eða? Jú, já, væntanlega á íslensku, já, long COVID eins og kallað það. Já. Og það kannski ekki svona beint gaman að segja frá því, en svona einhverju leyti þá fögnum við sem með ME vírusnum, þó þetta hefði allir óskað þess að hann hefði ekki komið, sko. En við vissum eiginlega strax að það yrðu long COVID fólk sem þú veist, þannig að þetta myndi hjálpa okkur í bara því að vera fleiri rannsóknir á ME og bara af hverju gerist þetta eftir vírusa og ég veikist eftir ég fekk einkenningasótt 2015 og þannig ég segi oft ef ykkur spyr hvað ertu með? Ég segi, nú veit allir hvað long COVID eða flestir og ég segi, ég get alveg sagt ég sem long einkenningasótt. Já. Þannig að fólk sem fer svínaflensu og bara þessa vírusa. Og Akureyrar, það ekki? Núna Akureyrarklínikinn kennd við Akureyrarveikina, já. Já, vegna Akureyrarveikina sem var vírussjúkdómur og stór hluti eða einhver hluti allavega, svona merkjanlegur hluti þeirra sem fengu þennan vírussjúkdóm á sínum tíma glímdu við svona alvarlega eftirköst. Já. Og það eins og þessi eftirköst ólíkra vírussýkinga eða veirusýkinga birtast svona á svolítið svipaðan hátt þótt enginn séu einmitt margvísleg að þá það núna til umræðu allavega að rannsaka þetta sem einhvers konar heild, það ekki? Jú, mér lesti mitt bara mjög vel á það með Akureyrarklínikana að þessu bæði að fara inn á ME og long COVID. Þetta mjög tengt, þú veist, ég náttúrulega þekki ekki COVID það vel en þú veist, ef það eitthvað sem ég get stungið inn á þá það til dæmis lungnavandamálin eftir COVID, það hefur ekki verið þekkt í ME þannig það kannski annarkvort verður þau greint bara með long COVID eða ME og þá það bara eitt af einkennunum sem bætist við, sko. Núna virðist við vera svolítið ráðalaus og heilbrigðiskerfið einhver leyti ráðalaust gagnvart þessum einmitt eftirköstum eða þessum einkennum sem eru svona falla svolítið milli skers og bári eða svona og oft talað ruslakistu eins og áður var talað síþreytu og vefjagigt og margir sem að kannski fengu slíka greiningu en vissu síðan ekki alveg hvað þetta að gera við það vegna þess að það var ekki kannski, það ekki beinlínis hefur ekki verið það hefur ekki verið neina svona tiltekin úrræði sem að fólki hefur bent á. Þannig að það einhvers konar svona úrræðaleysi sem að einkennir þennan félagsskap eða hvað? Já, það líka bara
þetta ekkert auðvelt fyrir lækna heldur sko, því þetta í rauninni eins og þangað til þeir finna eitthvað aðfylgt að greina þetta með blóðpröfu eða hvað veit ég, mænustungu eða heilaskanna, þú veist, að þá þetta í rauninni greining með útilokunaraðferð, þú veist, þannig það þarf að rannsaka, skoða, athuga svo margt áður en að fólk færi þessa ME-greiningu. En svona þessi PM-kösti eins og ég segja að það í rauninni sterk vísbendingu að það sé ME til staðar, þannig að og ME, þá byrjað að skilgreina sem þetta langvarandi COVID eða eftir COVID sé ME líka. Það er búið að ME búið að einhvern veginn að orðin svona eins og yfir hattur eða hvað? Já, ég vil nú að segja að það kom mér bara eiginlega skemmtilega óvart þegar ég var að hlusta á hana á opnuninni hana á Akureyrarklínikinni þegar Friðbjörn læknir sem nú kannski svona í forsvari fyrir því sko að hvað var lögð mikil eiginlega meiri áherslu á ME heldur en long COVID að því það var tímabil, það voru við svolítið hrættum að ME myndi gleymast í allir long COVID umræðinni þannig að Nú var gerð mynd, hún var sýnd í Ríkissjónvarpinu fyrir kannski 2 árum eða sem að hét örmögnun úti á jaðri eða örmögnun á jaðrinum, getur það verið rétt hjá mér, rétt munað, sem að ME-félagið stóð fyrir gerð þessari myndar eða hvað. Já. Þetta vakti nú marga heldur til umhugsunar því að þarna einstaklingar sem segja sína reynslusögur og kannski svolítið margir sem gátu samsamað sig þessari reynslu eða þessari upplifun án þess að nokkuð tíman hafa dottið í huga að þetta væri einhvers konar veiki eða... Já, ég held það sem kom kannski bæði með þessari mynd var að fólk kannski áttaði sig á því býtu þetta hljóma svolítið svo verið að lýsa mér. Þannig að fólk fór kannski aðtöðu, þetta eitthvað annað en að því margir fá þunglindisgreiningu eða slíkt sko. Eða burnout og þannig að fólk hugsa bara, getur verið að ég sé kannski með þetta og fer kannski að skoða þetta betur og eins með nú fæ ég alveg heilaþoku, það fylgir ME líka, heilaþokan. Þannig ég er búin að gleyma hvað hittadrif var sem ég ætla að segja. Við bara syndum út úr þokunni og það kemur á, við finnum það aftur. Jú, ég man það núna. Það var hitt, sko, hvað ég og fleiri hefði líka með ME fengu svo góð viðbrögð frá vinum, fjölskyldu, það bara, nú skil ég þetta miklu betur, fekk maður að heyra, sko, bara. Eftir að sé myndina. Já, þannig að þetta var mjög gott, sko. Það er náttúrulega mjög merkilegt að heyra reynslusögur fólk sem er mjög ólíkum stað í þjóðfélaginu, ólíkum aldri, bara ólíkt fólk sem að segir samt ekki sömu söguna en það er eitthvað sem er þetta sameiginlega og kannski helsta, eins og þú segir, helsta kannski svona greiningar sem maður getur glitt í einhvers konar einkenni, helsta einkenni eða birtingamynd, eða hvað að segja, er þessi sem hún kallar PM sem er ekki ensk Post-exertional malaise. Já, það er svona þetta ef að þú reynir of mikið á þig þá eiginlega hefnir líka með sér eða þá er eins og kemur ekki fram fyrir en eftir á, Já, þá eiginlega og þannig að þessar svona góðu ráð það að hreyfa sig og stunda líkamsrækt að það verður að fara mjög varlega í það hjá þeim sem eru með þessa. Ég greindist með þetta á sínu tíma í útlöndum og fyrir mörgum árum sko og það var mjög svona merkilegt einmitt að sjá þessa mynd fannst mér að ég var bara búin að steingleyma þessu sko. Ég var einhvern veginn búin að gleyma því að ég hef verið greind með þetta og kom mér eitthvað svo bæði skemmtilega og leiðinlega og óvart að sjá þessa mynd og aðalenginni var þetta með þegar maður ætlaði eins og að hressa sig við og fara í líkamsrækt og jógatíma þá laðist maður í rúmið með hita á eftir. Já, þannig þú varst kannski raunin að fara bara áfram á hnefanum bara. Já, svo eftir ég fæ þessa greinu þá varð maður eins og bara að beita sér svolítið, maður þyrfti svolítið að breyta attitúdinu að raunverulega bara gera aldrei nema helmingin á æfingunum, vera kannski bara í hálfum tíma og svona byggja sér rosalega hægt upp og ekki að labba ekki bara labba rösklega einsinni sem er
En þetta svolítið erfitt að vera fyrir ungt fólk að vera eitthvað lötra og labba hægt, sko, þá náttúrulega leggst það á geði líka. Já, einmitt, en sko þessun kannski líka svo erfitt fyrir lækna eða sjúkraþjálfara að leiðbeina fólki hvað það má og má ekki gera, af því þetta bara svo misjafnt. Þannig að ein aðferð sem að ég notaði til að hægja á mér, ég labbaði til dæmis alltaf mjög hratt, að ég var með úr sem að víbraði mig þegar púlsinn fór yfir 100. Þannig að það voru einhverjum svona útreikningar sem ég kann ekki lengur með að fara í rauninni með við aldur eitthvað svona þátti púlsinn ekki fara yfir 93 slög. Og þannig, og þetta bara með þetta úr, það þjálfaði mig því að labba hægar. Og ég bara mæli eindregið með því að þú veist, og fólk verður bara svolítið að þreifa sig áfram og einmitt kannski frekar að byrja hægar að fara að ganga. Nú ef að það í lagi næstu 2-3 daga, þá kann það bara aðeins lengra næst. Frekar hinn endan, sko, að fara 5 kilometra og vera bara frá í viku eða eitthvað, sko. Og eins sem bent ég stundum fólki á sem að ætlaði að fara taka sér svona taki og að fara kannski varlega ef hugsanlega, ef að fólk hefur verið með einhvern vírussjúkdóm áður vegna þess að það oft svo ofróttækt að fá sér kannski 20 glös af einhverju turmerik bombu eða einhverju svona heilsudrykkjum eða svona heilsuvörur, sko, sem eru örugglega kannski góðar út af fyrir sig en geta verið svo raunverulega hættulegar af því að þær mynda einhvers konar svona sjokk áhrif sem fyrir suma er mjög gott, sko. Já. En fyrir þessa vírusa þá einhvern veginn eins og þeir liggja í leyni þessir vírusar og svona virðist einhvern veginn stökkva þá úr fylgsni sínu eða þannig að ég Jú, kannski líka bara sko margir sem fara í það bara, þú veist, nú ætla ég að taka öll vítamín og turmerik og engifer og ég veit ekki hvað allt saman, sko, og svo veist ekkert hvað er að hjálpa og hvað er að gera verra, sko, þannig þá er að gera einmitt bara svona eitt í einu. En hver þín saga? Núna ert þú í þessum, þetta eru félagasamtök sem beita sér fyrir umverulega svona samhjálp og að upplýsa fræðandi samtök. Þú kemur inn í þau verandi þá, væntanlega, með þessa greiningu, hvernig er þín, má segja, saga? Já, sko, ég raunni flutti til Íslands fyrir rúmið 2 árum. Var búsett í Luxemburg þegar ég veiktist og áður en ég flutti heim þá var ég búin að finna á netinu og Facebook rétt hópinn, sko, ME-félag Íslands sem ég fagnaði mjög því það bara í Luxemburg ekkert í gangi, það bara með þetta, sko. Já, þannig að mér fannst það rosalega flott fyrir okkar fámenna land hér að vera með svona, gamalt og öflugt félag. Og ég hef alltaf verið svona mikið í félagsstörfum þannig og var eiginlega búin að lofa mér að eftir veikindi, nú get ég ekki verið lengur svona virkið því, en já, nú var ég varaformaður félagsins núna í vor, þannig að maður freistast alltaf til þess að, þú veist, mann langar bara að hjálpa. Freistast til að fara fram úr sér? Og fara fram úr sér, en bara líka því fyrstu árin eru svo erfið. Þegar maður kannski einn í þessu, ekki bara erlendis, heldur líka örugglega margir sem hér sem eru einir, sem veit ekki hvað er í gangi og þá er svo gott að geta leita til einhverja og ekki bara endilega, þú veist, líka bara verið í sambandi við eitthvað sem maður getur tala bara beint við. Ég hef eignast vinkonur í gegnum þetta og það, bara svo gott að tala við eitthvað sem veit hvað maður er að gangi í gegnum. Og finnst þér eins og þú segir, þetta eru margvísli engin og svolítið erfitt að festa fingur á, setja fingurinn á nákvæmlega hvað það er og greiningin svolítið oft erfið þá. En upplifir þú það þegar þú ert að tala við fólk, félaga þína, að þetta sé klárlega einhver reynsluheimur sem er þið eigið sameiginlegan? Já, alltaf að einhverju leiti, sko. Þannig að ég heldur sé nú flest þannig með svona sumir með ljósfælni og fyrir lykt og hljóðum, sko, og það er misjafnt eða hvort ég fylgja verkir eða ekki, og svo koma einkenni líka að fara. Ég var alveg með í rúmt ár
með svona hljóðfælni þannig að, og það var ekki bara að ég trufluði mig heldur, það var bara eins og ég væri með eyrnabólgu sko. Þannig að og við reynum svona öll að vera ekki á mikið í sviðsljósinu og til þess að bara það líka bara tekur orku fram hann bara öll hljóð, öll hreyfing fara á svona mannasamkomur þar sem mikið af fólki, þú veist, þetta svo mikið áreiti að þetta tekur svo miklu orku fram hann þannig maður þarf að hugsa þetta svolítið mikið sko en ég meina einkenni kannski upphafi voru svona og sem ég heilt marga tala eru svona þrýstingur í höfðinu mér leiði alltaf eins og ég veri með hjálm á höfðinu en það skýrist þá seinna heiti á ME náttúrulega sko meðal annars heilabólgur sem að ég best veit og tel að yfirleitt það farið þegar kemur að greiningu og rannsóknum og svona þannig að það sést ekkit endilega hjá öllum sko. Svo fylgja þessu oft miklu vöðvaverkir þannig að ég til dæmis og flensu líka einkenni þannig að mann líður bara alltaf eins og maður sem ég hitt á beinverki og það nú einn hlutin sem að ég var búin að vera með í mörg ár þessar vöðvaverki sem ég er búin að vera með laus við núna í 8 mánuði held ég sem mjög jákvætt og mjög gott. Hvað kemur til? Það ekki til neins sérstök lyf svona eða? Já, ég veit nú ekki, ég veit ekki, í lagi að tala lyf hérna, þú veist, að því til dæmis í Facebook-hópanum þá ekki mælt með því að vera að mæla með einhverjum lyfjum, þú veist, en að því ég ekki lyfjafræðingur, en margir sem eru með ME þeir taka svo kallar LDN og ég til að það hafi hjálpað mér að þessu og ráðgjöf sem ég fekk þegar ég var í Hveragerði í fyrrasumar að ég ætti ekki að gera neitt helst ekki að fara út að labba og ekki lyfta neinu og það í rauninni þannig að maður verður bara að hætta eins mikið og mann langar að gera eitthvað að því fylgdu bara verkir þannig að ég finn það leið það eitthvað sem ég get ekki staðist það að halda á barnabætanum minn og þá tekur maður þeim afleiðingum bara, það allt í lagi, þú veist, maður fær verki bara á og til, það annað en að vera með á stöðu, sko, og þetta, svona lærir maður bara líka inn á þetta. En ef þú vilt losna með verki að þá kannski gott að gera ekki neitt, en einhvern veginn sé maður fyrir sér þá ákveðin vítahring að það getur orðið til alls annar vandi, sko, við ofmikla kyrrstöðu og bara félagsleg einangrun og annað. Já. Þannig að það verið að leita leiðir eða ekki, hvers konar, það bara beinlínis verið að leita hvers konar endurhæfing jákvæð. Og það líka, sko að því hún, nú mann ekki augnablikinu hvað hann heitir læknirinn Birna held ég, í Hveragerði. Hún náttúrulega hefur verið að taka saman svona long COVID og ME-hópa og þar erum við látin prófa bara alls konar og höldum svona dagbók sko yfir hvað tekur orku, hvað gefur okkur orku og þar komst ég til dæmis að því að svona köld böð hjálpa mér mjög mikið þannig að þá að því ég hef mjög gaman að fara í Laugar en ég var eiginlega hætt að fara því ég var bara svo örmagnu eftir laugina ég meina venlegt fólk finnur alveg svona svolítið að þreytu eftir að fara í pottinn og svo leis og þá í Hveragerði komst ég að því ef ég fer í kalda pottin eftir að vera búin að vera í laugin og pottinum að þá leið mér miklu betur og það hafði ekki svo mikil eftirkost. En sko fyrir ekki ætla ekki verið með einhvern svona þrætubók þegar þú segir að þú fengir ráðum að gera ekki neitt en þú ferð samt í sund Ég ekki að fara að synda. Nei. Ég oft fyrir nú yfir til Laugardalslaugina og ég oft bara í barnalaugin og að láta mig fljóta eða sitt bara og það bara gott að vera í svona hálfgerðu þyngdarleysi og úti bara. Já, þannig að gera eitthvað sem sko ekki í þessari, gera ekkert sem að svona kallar á áreynslu eða þannig, ekkert sem kallar á það að þú svitnir eða Já, alls ekki sko, en það ekki þar með sagt að allir sem með ME eigi ekki að gera ekki neitt, skilur þú veist, það bara ég flokkastvíst og ég vil ekki viðurkenna sjálf undir frekar slæmt tilfelli þannig að, og það sést ekki endilega á fólki en já, þannig að þú veist, eins og ég sagði fólk það bara að finna það hjá sjálfum sér hvað það getur og getur ekki og þó að mér hafi verið álegt að gera ekki neitt og ég sagði bara ég verð að komast út ég hef gaman að fara út að labba og þá bara ég fara út að labba og labbaði 5 mínútur og sestu svo bara bekk og
og svo labbar þetta tilbaka og ég ekkert alltaf að hlýða því, þú veist, að þetta gefur líka mikið fyrir bara að maður verði ekki þungur og svoleiðis, sko. Fyrir andanu þetta, það er... Já, ég meina fólk segir að sko ef þú heldur svona áfram að þá bara fer þetta alltaf hægt og hægt versnandi en þá segi ég þú veist, hver er munurinn að ég strax núna byrja bara að gera ekki neitt eða ég bara mér farið þá hægt og rólega versnandi en ég þá alltaf minnst að gera eitthvað skemmtilegt hérna í næstu 10-15 árin, ég veit það ekki og þá eru kannski bara að finna lækningu, hver veit. Já, þannig að þú vilt freka gera aðeins, ögraði pínulítið, hætta á það að versna til þess að vera ekki einmitt bara í leiðendum og svo kannski auðvitað sagt, greiningi skiptir máli fyrir fólk til þess að geta þá átta sig á því hvers konar úrræði eru hugsanlega góð og í þessu tilviki þá fólk eiginlega beðið að vera vakandi fyrir sínum einkennum meðan það að það þarf að vera þátttakendur í að finna úrræðin, kannski meira en í öðrum greiningum. Já, það verður hver að finna það hjá sér, eins og ég sagði, þú veist, það bara, læknar get ekki bara sagt, heyrðu, nú máttu bara gera þetta og þetta, af því það geti jafnvel verið of mikið fyrir eitthvað og fyrir aðra, getur við gert meira, þannig það kannski heldur ekki sem þetta verið að hamla fólki, ég held að sé ágætt að gera allt sem maður getur. Já, sumir segja sko, að það er náttúrulega kannski viðtekin það er oft sagt gagnvart svona ýmsum greiningum að Íslendingar eru kannski duglegir að greina sumt og þá kemur auðvitað strax upp þessi rödd, það ekki verið að ofgreina og verður fólk ekki kannski bara of upptekið af því, af þessari greiningu og fer að verða greiningin, þetta er nú oft talað í svona á þessu geðsviði og hérna að það sé einhvers konar stimplun og fólk eins og bara líti á upplifi sig í sínum takmörkunum sjálfsmyndin verði þessi takmarkandi veruháttur en ekki möguleikarnir sko. Hverju svarar þú þegar einhverja svona raddir heyrast? Sko, ég myndi segja eiginlega bara með ME eiginlega lífsnauðsynlegt bara að fá greininguna af því yfirleitt verið að ráðleggja öllum, bara farið meira út, hreyfa þeim meira og það getur bara beinlínis verið hættulegt. Þannig það eiginlega bara nauðsynlegt og ég upplifði að freka þannig að við svona í ME, þú veist, okkur langar að gera rosalega margt, þannig að þess vegna kannski svíður manni að margir fá kannski þunglindis eða börnáta eitthvað svona greiningu, af því það kannski öfugt við fólk sem þunglind að þú veist, það vil kannski bara breiði yfir höfuð og svona, okkur langar að gera allt, þú veist, þannig að, og margir hverjir komu svolítið svona, margir voru mjög ofvirkir, svona vinnu, algar og allt þetta, sko, og svo þeir bara kýldir niður og það bara, þannig ég ekki alveg að sjá, ég held þetta sem að jákvætt heldur en neikvætt að fá greininguna og þá bara eins og ég fekk greiningu 4 árum eftir ég veiktist og það bara opnaði svona, nú skil ég að því ég var alltaf að reyna meira og svo hrundi með þær og aftur meira og aftur hrundi með þær og já, þannig þá fór maður loksins að reyna bara að finna þetta jafnvægi. Og hvernig getur þér versnað svona meira eins og þú segir, ef að fólk, það er lífshættulegt segiru, fyrir hlustendur sko, leiðir þessi sjúkdómur til dauða, má segja það? Ég myndi segja ekki beint. Það fólk þrætir alveg þetta. Ég meina, verstu tilfellin eru þau að fólk bara í myrkvuðu herbergi og það getur ekki talað, það þolir ekki snertingu, það getur ekki borðað og einhverju konu með svona, ekki sonda það kallað held ég og fær næringu í gegnum bara í magans, beint í magan sko. Já. Og það er nú nýlegt tilfelli í Bretlandi sem að ung stelpa lést bara úr vannæringu og það búið að vera þar ferli mikið hann á úti þar sem að niðurstaðan var í rauninu svo, ég veit ekki hvað þetta kallast, þetta eitthvað svona nefnd sem að skoðar bara hvað hefði getað farið betur og það einmitt bara, þú veist, það bara að kynna þetta allt betur fyrir læknum sko. Þá var þetta bara þú veist, hún gat ekki verið á spítalunum, það var alltaf mikið áriti og þeir treystin ekki til að fara heim með svona sondusk, rör í maðanum sko.
En það, já, en kannski það sem erfiðast bara þetta fólk sem bara lokað inni og missir móðinn raunverulega bara. Þetta kannski rosaleg. Það eru margir, þeir sem geta, þú veist, þeir reyna að skrifa eitthvað, koma eitthvað frá sér. En þú veist, það langar öllum að komast aftur út úr þessu og ég hef verið miklu verri heldur en ég núna á tímabili, 3 ár síðan, þá var ég komin í svona þessa stóru þungu hjólastóla að því ég átti svo erfitt með að vera upprétt. Og það var bara því ég vildi komast út, ég var, þú veist, þannig að þá gæti ég farið út með því að vera með stólinn og var bara svona hálfliggjandi og ég hef líka alveg verið ekki þola birti en eitt þannig bara verið inn í herbyggi með dreigi fyrir og þú veist, þannig að, en það einhverja leið líka tilbaka, þú veist, þetta ekki, það þýðir ekki að þú verið þá alltaf þannig. Nei, ég ætlaði einmitt að spyrja það næst, hverjar eru svona, ekkert kannski prósentum, en hverjar eru svona bata horfurnar finnst þér ekki eins og sé stór hluti hóps sem að glímir við þessi eftirkost vírussýkinga, við erum að tala fyrir þá sem að koma inn í spjallið, hlustendur og áhorfendur, þá erum við að tala við Helgu Edvardsdóttur, varaformann ME-félagsins og sem að þetta félagsskapur sem stuðnings- og upplýsingar svona miðstöð fyrir fólk sem glímir við eftirköst vírussýkinga yfirleitt og stundum svipuð einkenni af öðrum orsökum líklega sem lýsa sér sem svona örmögnun á jaðrinum eins og var titill á bíómyndinni eða heimildamyndinni en hverjar eru þá svona líkurnar, ég ekkert að spyrja einhver lífslíkur, en svona þessar bata, þú veist, batalíkurnar eða bata, ekki svolítið margar batasögur líka? Jú, kannski ekki endilega með fullan bata, en að fólk geti orðið miklu betri heldur en það bara eins og ég með mig, Þannig að, ef maður fer ef maður fer bara eftir, eða þú veist, hlusta á líkamann og það ME-félagi líka með bók sem við letum þýða sem hægt að kaupa bara hjá ME-félaginu og sem heitir Virkniaðlögun. Já, það sem þú í rauninni þjálfarði í að einmitt hlusta á líkamann og eitthvað svona kannski skrifa niður, halda svolítið dagbók og fylgjast með hvað hafi slæm áhrif og þannig maður sé ekki endurtaka og það hljómar svona eins og líka bara bók sem að mjög margir Íslendingar til dæmis hefðu gott að lesa þar sem að kannski svolítið einkenni á okkur að fara fram úr okkur og vera í þessum gríðarlega dugnaði og skorpum og halda uppi. Já, ég meina enda það ekki líka, þú veist, álagi sem veldur þessari örmögnun í ME ekki bara líkamlegt, það auðvitað andlegt líka og allt stress hefur slæm áhrif og þegar ég var hvað verst að það var ég ennþá út í Luxemburg að þessi verslun vil ég meina kom til að því að ég var að berjast við kerfið úti að fá viðurkenningu á því að ég get ekki unnið. Þannig og það hafði rosalega slæm áhrif. Þannig að eftir ég flutti heim og líka bara verið ekki ein úti, verið komin inn í fjölskyldun og fá stuðning og það var svona hægt og rólega. Það tók mig alveg ár eftir ég kom að verða rólfæri rauninni. En það var bara hvíla, það var ekkert, þegar maður var það slæmur, þá eiginlega ekkert annað í boði, Fara út, sem sagt, gera eitthvað, en þurfa alltaf að hvíla sig og gera helst eitthvað svona hægt eða vera meðvitaður hvert orkustíð þegar þú leggur upp í eitthvað. Já, alltaf, láta minnstakosti einn dag líða milli helst 2 daga á milli þess sem úrst að gera eitthvað. Þannig að það kannski að skipuleggja sig svolítið vel og einmitt bara, þannig ég að fara í afmælisveislu og þá ætla ég ekki að fara að gera eitthvað annað. En svo kemur alltaf eitthvað óvænt sem maður ræður kannski ekkert við. Þannig náttúrulega svolítið auðvelt kannski bara að dæma sjálfa sig og aðra sem kallast vera sérhlífin, einhver sem bara alltaf að hugsa sig og vill ekki leggja sitt að mörkum. Mér finnst það kannski svolítið á Íslandi, það þessi myndlíking sem við höfum í þjóðinni að við erum annarkvort öll að ná heyinu heim eins og sagt eða öll að í sjóróðrónum þannig að þú leggur ekki bara árar í bát af því þú þarft að hvíla þig eða tristir þér ekki til þannig að þetta er svolítið
þannig félagsleg svona og sálfræðilega áskorun væntanlega fyrir þá sem að gera sér grein fyrir því að þeir eru með þessar langvinnu afleiðinga vírusa. Já, ég held að það sé bara í okkur öllum að þú veist, við viljum ekkert gefast upp strax, þú veist, þannig svona hægt og rólega eins og ég var áður en ég veiktist, þá var ég í Pilates og ég spilaði hérna blag og ég var í badminton líka og svona hægt og rólega datt þetta bara út, fyrst hérna blagi og svo badminton og síðast ég reyndi að þraukast lengi og ég gat með Pilatesi, þú veist, en svo endanum getur með það ekki heldur lengur sko, þannig, og þetta allt, þú veist, mann langar að halda fram að vinna og ég var í skemmtilegri vinnu, en skiptir náttúrulega öllu máli að fá bara stuðning sko, ég var heppin með það að fá bara góðan stuðning hjá vinnuveitanda mínum. Þannig að það skipti öllu máli, hann ég fekk mikið svigrúm bara ef ég hafði ekki orku þá bara fekk ég að vera heima og vinna minna og þaðan bara, en hérna og svo náttúrulega eins og þessi mynd hana á RÚV að þá hérna þá líka skiptir svo miklu máli ef aðstandum manns þegar þeir fara að skilja þetta betur að þá var þetta orðið meira þannig ég á sem sagt 2 dætur og þær gera það ennþá sko en svona í byrjun þá kannski voru þær mjög ofta að segja mamma, sestu niður herru og ég skal gera þetta þú veist, þannig að þú veist, ef maður fær hennar stuðning líka minna sig á bara slaka það og þetta þarf ekki að gerast núna þú veist, þannig ekki bara með áminninguna frá úrinu heldur líka frá umhverfinu og já, þau sjá það, þeir sem þekkja mig sjá það strax á mér þegar þeir eru þreytt sko. Og þú þarft svo að læra að sjá það, fatta það sjálf, vera meðvitt hvenær eru merkin svona, hvenær kemur hérna. Já. En maður getur verið með svona einhver innri klukku, er það ekki sem maður þarf að vera með svona, ekki bara einhverja tækni klukku heldur inn í haustum á sér sem segir svona, gefur svona pínu merki að nú þurfum að slaka á eða Já, bara hlusta á líkamann besta sem ég lært bara held ég. En úrræðin á Íslandi eru ekkert síðri en annars staðar sem þú þekkir til og núna þessi Akureyrar klíník sem alltaf beinlínis að einbeita sér er það ekki rannsóknum á MS-sjúkdómnum og COVID. Long COVID, já, rannsóknum og fræðslu, sko. Ég hef svolítið heyrt að fólk telji að nú getur bara að fara að leita beint til Akureyrar klíníkarinn til þess að já, bara greiningu ég með eða ég ekki með og eins og ég skil þetta þá það ekki beint tilgangurinn. Þau vilja meira leggja vinnu í það að fræða aðra lækna, sérstaklega kannski heimilislækna og heilsugæslurnar. Þannig að það verði fleiri sem þekkja einkennin og þekkja hvernig á að greina og allt það sko, þannig að mér skilst að þá þeir vilji frekar að lækna sig að leita beinti þeirra til þess að þeir fræðist en auðvitað er þetta að gefa tilvísun þannig að heimilislæknir eitthvað gefur tilvísun á Akureyrar klíníkina. Já, fyrir einstaklingana til þess að koma. Já, og þá, sko, ég nú ekki sjálf farið, sko, ég bara hjá mjög góðum taugasérfræðingi sem að tilheyrir svolítið þessu teymi þó hann sé ekki að vinna fyrir norðan, sko. En hérna ég bara heyrt mjög gott af því eins og fyrirbyrlækni að hann veitir, fólk getur náttúrulega ekki farið norður yfirleitt og veitir bara svona viðtölu í síma, ég veit ekki hvað sem mynd, samtölu, ég veit ekki og það sem ég hef heyrt að hann bara hlustar mjög vel og reynir svona að veiða upp öll einkenni hver í gangi og gefur fólki ráðleggingar. Þannig að, þú veist, ég bara hygglust að tala við heimilislæknin og ef maður lendur á heimilislækni sem þekkir þetta ekki þá reyna ég að fá hann til þess að hérna, bara ertu til í að kynna máli, skoða Akureyrar klíníkina og sjá hvort og ef það virkar ekki þá verður maður bara frá annar lækni. En ef þú veist ekkert hvort að þetta þitt sem sagt þín greining eða svoleiðis þá ef fólk að hlusta á okkur og svona að velta því fyrir sig hvort það hefur kannski verið greint með kulnun eða þunglindi eða ég veit ekki hvaða fleiri svona sjúkdómar eru það sem að detta inn í það náttúrulega alls konar, ég meina það búið að tóa með MS sjá manni og ég var lögð í Luxemborg var ég lögðin á spítali 4 daga bara í rannsóknir og það í kjölfarið að því kom ME-greiningin
þannig að ég veit þetta var langur listi hvað þið voru alltaf að skoða sko. En það eru mjög góðar upplýsingar ef að fólk er að veltaði fyrir sig getur verið að ég sé kannski með þetta eða að bara fara inn á síðu hjá ME-félaginu, vefsíðuna mefélag.is og þar er bæði farið yfir hver greiningaferli þar sem að maður getur kannski bara svolítið skoða sjálfur, byrju passa þetta við mig og það, svo líka ýmsar upplýsingar sem að eru, þetta gæti líka verið eitthvað annað. Þannig það er alltaf bara mikilvægt að ákveiki bara þetta er bara þetta og pína heimilislæknir, þetta er það og það þarf náttúrulega að skoða þetta betur sko. Þannig útiloka. Já, þetta er mjög góð síða, ég get vottað það sko, þannig að við mælum með heimsókn á ykkar síðu ME-félagsins og segðu aftur me.is? mefélag.is. ME-félag, já. En nú er þetta sko á ensku, ég var að hlusta á okkur podcast, þá var alltaf talað me, sko það er að skamsta á stundu sem me, svona eins og ég bara er ekki ME já. Og leikið sér að því þetta þýði þá sem sagt ég að fólk endurheimti með greiningur endurheimti það sig en ég var ekki að hugsa sem sagt það er meira svona eins og tenging við sauðfé eða svona kindur jarm þannig að ég veit ekki alveg Nei, ég meina þetta er náttúrulega bara skammstöðun á held í latneska heitinu á veikindunum sko. Jú, ég veit það, en ég var að hugsa svona bara til þess að hvað myndi bara endurheimta þá í íslenska svona lambið unglambið innra með sér kannski eitthvað. Við erum ekki hugsað þannig sko. Geti þá áttina. En þetta er þetta mefélagið.is og að fara síðan og kannski og kynna sér Akureyrarklíníkina og vita samt hvort Akureyrarklíníkin og þið eru búin að upplýsa heimilislæknana og heimilislæknarnir kannski búin að vera líka í endurmenntun og þetta er auðvitað þekkt í mörg ár þannig að margir eru vel með á nótunum og teymisvinnan er orðið svona kannski algengari núna. Já, ég held bara í kjölfara COVID og long COVID að þá eru læknar bara miklu opnar á að hlusta og skoða allavega málin sko. Já. Þannig að því það er náttúrulega þekkt að það bara kannski læknar er ekki alveg að nenna þeim sem eru búin að greina sjálfa sig á netinu og allt það sem maður skilur alveg, þú veist. Þannig en ég held að allavega opnari fyrir að skoða möguleikan á því hvað sé í gangi. En ég sá líka, ég fór inn á vefsíðuna hjá Akureyrarklíníkinni og þeir eru búin að setja inn hellinga upplýsingum sem eru líka mjög gagnlegar. Þannig að því að það er ekki kannski vænlegt að fara inn í veturinn og alltaf að bíða af sér. Það fengur nú margir COVID í sumar á Íslandi. Algjörlega, ég líka. Og vera bara að bíða eftir að COVIDið fari. Að það er kannski bara betra aðeins að þá að kynna sér málin ef það virðist ekkit vera farast nið á COVID-veirunni. Nei, en ég menna sko fólk þarf ekki endilega þó að sé kannski lengi að jafna sig eftir COVID eða aðra vírusa. Þá þarf ekki endilega að fá ME, þú veist, það getur tekið eitthvað mánuði, þess vegna held ég að skipti bara miklu máli að taka því bara rólega eftir veikindin. Ef maður, þú veist, þó maður sé hún hítalaus eða hvað, sko, ekki rjúka bara stað og fara að pína sér í vinnu og Af því að ef að menn taka ekki kannski rólega þá geta menn dottið inn í það að þróa með sér ME, er það ekki svolítið? Ég hef aldrei lesið, ég er nú voðduglega að lesa sko um þetta en ég hef aldrei held ég lesið neitt um það að það sé ástæðan ef fólk hefur ofreynt sér eftir en þú veist, ég freistast alveg til þess að hugsa sko, hvað ef ég hefði sko. Þannig að þú veist, ég minnir að verið frá vinnu í 2 vikur og ég var ekkert orðið hress og ég hef aldrei orðið hress síðan sko. En það bara, ég er orðið hítalaus, drífa sér vinnuna og þú veist, auðvitað læðist að mann svo hugsa hvað ef ég hef tekið bara eins rólegra sko. En það er þá líka kannski einmitt hlutverk lækna að benda fólki á bara taktu því bara rólega, þú veist, bara til öryggis. Já, leifa okkur að njóta vafans og spyrja spurninga. Já. Helga Edvardsdóttir, varaformaður ME-félagsins, þakkaði kærlega fyrir að koma til okkar í svona loksumar, þar sem margir eru að svona byggja sig upp til að fara inn í veturinn og sumir eru kannski ekki alveg nógu hressir, þannig að þá skiptir máli að hlusta á sjálfan sig og leita sér hjálpar og ræða við fólk. Já, takk kærlega fyrir að koma á samstöðina við Rauða borðið þar sem við erum að ræða einmitt bara
allt milli heimis og jarðar. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og næsti dagskrárliður, næsta viðtal hérna rétt handan við hornið. Við komum aftur að rauða borðinu eftir smástund. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is